Já, kannski að byrja með að kynna ykkur og hvaða mynd þið gerðu hérna. Ég heiti Sindri og ég gerði kvöldmat. Ég heiti Ísak og ég gerði sápu. Ég heiti Róman og ég gerði drauma. Já. Fyrsta hérna er fyrir kvöldmat af því að hún var þetta fyrsta myndin hérna sín. Hvaðan kom hugmyndin að þessari fyndnu kvikmyndina sem við sáum hérna? Ég var upp í sveit hjá aðaleikaranum, Storm, og félagi minn kom með svona disk af bacon og eggi og gaf mér og hann ætlaði að setja hann á borðið en ég stóð upp og ég byrjaði að borða á meðan held á disknum og ég var svona, þetta er lokið, ég fyndi, við ættum að skrifa eitthvað í kringum þetta og svo frá því fengum við fleiri hugmyndir og ég skrifaði handritið. Já, má ég spyrja, af hverju var fjölskyldan gyðingar? Það var mjög mikið rifist hvort við ættum að hafa gyðingapartinn af myndinni sem eins og þetta var svona aðeins of eða svona, já, geti látið ykkur vera reiða en ég fannst þetta allt skemmtilegt. Ég man ekki alveg. Ég man ekki hver fann upp á því en ykkur það var alltaf hugmynd bak við þetta að hann myndi vera svona að halda þeir eru kristin og láta alltaf biðja en pælingin var að þau voru ekkert kristin og þau voru æsleitið gyðingar. Kom þannig. Já, og svo með bóluna sem hann var í. Represent. Já. Er þetta alvegnu bóli sem að geta keypt í búð eða er þetta bara sem þið gerðuð bara? Ég bjó ekki hana til. Þú getur fengið hann á netinu. Ég reyndar, aðleikarinn kom í þessu hingað í dag og við skiptum ból á það. Ég vissi myndi fara hann á neyðir. Já, næsta er fyrir draumar. Já. Hvaðan kom hugmyndin að þeirri mynd? Sko, ég hef alltaf haft gaman af svona psychological thrillerum, sko. Eins og ég hef mjög gaman af leikstjóranum Hitchcock og Psycho myndinni. Og ég horfði á Bates Motel og þá fór þar gaurinn í svona blackouts í staðinn fyrir drauma. Og þá gerði hann eitthvað sem hann myndi ekki venjulega gera einhverjum öðrum megin, drepa eitthvað, skiljiði. Það er svona, já. Já. Hversu langan tíma tók að taka þetta upp og hafa handrit tilbúið þannig? Ég myndi segja þetta tók svona saman kannski 1 mánuð undirbúningurinn undir tökurnar. Við vorum 3 daga í tökunum sjálfum og síðan var náttúrulega eftirvinnslan og litgreiningin og hljóðvinnslan og það. Já, og tók það langan tíman í eftirvinnslunni, svona? Já, ég myndi segja þetta væri kannski svona 1,5 eða 2 mánuðir. Já, og næsta er sápa. Hver var hugmyndin á baki þeirri mynd? Ég sem sagt, upprunalega hugmyndin kemur held ég árið 2022 þegar ég er í einangrun vegna COVID-smitt og ég var niður í kjallara heima, alveg einangraður og ég var með sápustykki, svona eins og ég er í myndinni og misti það á gólfið og þannig þróaðist einhver svona sketsahugmynd einhvern sem er ógeðslega hræddur við sápur og missir það á gólfið og eitthvað og síðan einhvern veginn yfir árinu þá þróaðist þetta meira og meira og þarna var stærri og stærri hugmynd og síðan þegar ég átti að gera lokamynd í Borgó þá einhvern veginn ákvað ég að taka þessa gömlu hugmynd og endurnýja hana og þróa hana upp á nýtt í það sem að þessi mynd er hérna. Ekki upp á skjánum, en það sem hún var á skjánum. Já, og þú, er eitthvað ástæða af hverju þú valdir sápu og banana sem er svona, já. Sko, eins og ég segi, sápan kemur úr þessari upprunalegu sketsahugmynd og ég vildi fá eitthvað svona sem að kontrastaði það upp á svona motivation fyrir karakterinn af því að eins og við sáum í myndinni þá var hann mjög svangur og mér fannst einhvern veginn banani vera svona mynd svona matar það var einhvern veginn það sem ég hugsaði fyrst sem svona mat og ákvað að nota það í myndinni. Já, ég ákvað að bæta við eina spurninga því að þegar við erum að horfa þessa mynd, ég og félaginu mín og hérna. Er þessi mynd bara fíkn bara? Er það bara fíkn bara? Sko, það er opið fyrir alla túlkanir. Ég ætla ekki að sitja hér og segja ykkur hvað þið að taka frá myndinni. En
í handritsferlinu og í gegnum árin þegar ég hef verið að þróa þessa hugmynd þá hefur fíkn verið svona megin þemað sem ég hef verið að vinna með í þessari mynd. Þannig að já, það má segja að fíkn sé eitthvað sem er hægt að taka út frá þessari mynd. Já. Einhverjar spurningar frá áhorfendasal? Já, þarna. Þarna með sápuna. Þarna var notið actually sápustykki eða var það ostur? Sko, já, þetta er góð spurning því að ég hef oft fengið og þegar við vorum á tökustað það voru margir sem voru svona, þú veist, þetta lítur ekki út eins og sápa, þetta lítur bara út eins og ostur. En já, ég pantaði frá netinu sápu sem átti að vera hægt að borða, einhverja hrísgrjóna sápu. Þannig að já, hann er að borða alvöru sápu í myndinni. Einhverjar fleiri spurningar? Já. Þetta er alla þrjá, hvað var svona erfiðast og skemmtilegast svona með kallið? Já, ég byrja. Það erfiðasta í ferlinu sem ég held að flestir tengi við var held ég að finna leikara. Það er eitthvað sem getur verið mjög erfitt og krefjandi því maður vill. Leikarinn er svo stór partur og svona einhvern veginn heildarmynd yfir hvað bíómyndin verður. Þannig að finna leikara er og var erfitt en ég var að vinna með frábæra leikara í minni mynd og mjög þakklátur fyrir það sem ég fékk. Og það skemmtilegasta var held ég bara að sjá hugmyndina manns koma svona vel út og fá að vinna henni svona lengi og gera henni svona flotta. Og já. Já, ég myndi segja að það erfiðasta við myndina mína hafi kannski verið svona eftirvinnslan. Nefnilega þetta var mjög erfitt ferli. Við vorum ekki bara að taka upp mína mynd, við vorum að taka upp 3 aðrar. Bara yfir 2 vikur á hverjum einasta degi. 1 dagur á milli, sko. 3 daga. Þannig að maður var bara alveg búinn þegar við vorum hérna að klippa þetta saman og hljóðvinna og velja tónlistina og það. En annars er ég bara svona ágætlega ánægður með myndina, sko. Myndi segja það. Já. Örugglega erfiðasta var við erum öll svolítið ung og ný í þessu bransanum manni og við vorum búin að plana alla þessa tökudaga og allt þetta en við vorum eiginlega ekkert búin að plana catering og svo vorum við á svona 4. tímanum og við föttum að við vorum öll bara að solta hana og við þurftum að drífa okkur á Subway, þetta var algjört vesen. En skemmtilegasta var örugglega bara, já, ég veit ekki, bara horfa á þetta hér, það er skemmt að sjá þetta í bíó. Já. Eitthvað fleiri spurningar? Það er spurning, hvernig er sambandið með tengdafóreldra svona eftir? Ó, já. Það var einu sinni þegar ég hitti tengdafóreldra mína í fyrsta skipti, ég var svona mat með þeim og það var indverskur matur og mér líkaði ekkert við hann og ég borðaði hann og ég fór út á Svalir og ég spýtti honum niður á gólfið og það var í sama húsi og þetta er svona 5 hæða hús. Svo já, það geti að vera innblástur. Já. Eitthvað fleiri? Já, hérna draumur. Já. Sko það er þetta áhugavert þess að gaman myndi að þið verður með sko karlleikara sem aðalpersónu og hvernig valdir þú leikara? Áhugavert hvað í 6 aðeins í sambandi við val og sínuleikara, hvernig fórst þú að finna þennan leikara? Sko, bara ég hafði þessi leikari sem lék aðalhlutverkið. Hann heitir sem sagt Birgir og hann lék í Bergdraumi. Ég sá hann í Bergdraumi, sko. Þannig að ég bara sendi honum skilaboðin á Facebook bara hvort hann hefði áhuga og hann bað að sjá handritið og ég setti honum handritið og honum leist bara svo vel á það og á hlutverkið fannst það spennandi. Þannig að hann sagði já, sem er geggjað. Eitthvað fleiri spurningar? Já. Hérna Karlbandin, spurningin, hver átti hundinn? Aðalleikarinn, Stormur. Hann er hann uppi, by the way. Já. Já. Hvað átti Karlbandin, hvar fenguðu hugmyndina
á að syngja svona í endgreitt. Það var mjög skemmtilegt. Já, það kom á staðnum og ég held að hún vilji að ég bendi á aðleikonuna að fann upp á hugmyndinni þannig í endan. Þetta var bara á setti, við þurftum eitthvað aðrá. Það var bara með grín, þú veist, Dagur, hljómaðurinn var bara standandi hana, þú veist, í skoti, þetta var, já, gaman. Og má ég spyrja einu, að því við að segja, sko, við veist þeirra brandari þegar að, var ekki tengdapabbi spyr, hvaða gæi þetta? Að hann nú hamralið? Já, það heyrðist kannski ekki að fólk að hlæja en það var grín að koma, mamman spurði dótturina, hvar fannst þennan dreng? Og hún kemur, MH! Þau eru bæði MH. Það eru sungu svo vel. Já. Já, eru ykkur fleiri spurningar? Já. Þetta var alveg sápu. Hvernig smakkaðist sápan? Sko, ég get ekki talað persónlega fyrir því ég smakkaði hann aldrei og hef ekki gert. Hún situr reyndar heima hjá mér í einhverju skúffu. Ég get kannski sendið persónlega hvernig hún smakkast en ég held að þetta sé bara einhver blanda á svona einhver svona tyggigúmmí og hrísgrjóna bragði sko. Og náttúrulega svona típísku sápu bragði. Ég veit hún bragðist allavega ekki vel, hann þurfti alltaf að spýta henni út úr sér leið og við köttuðum. Þannig að, já. Ykkur fleiri? Já. Það kostaði eitthvað að búið til þessa myndi, bara spurning fyrir alla. Og fáðu græjur lána frá Borgó, eða? Já, við fengum allan tækjabúnað lánaðan frá Borgó og ég fekk alla leikarana til að vinna frítt. Þannig að eina fjármagnið sem fór í þessa mynd var fyrir mat og búninga. Þurfti ekki að borga neitt fyrir staðsetningar, þannig að þetta var svona 50.000 kall. Við fengum lánað frá Borgó, öll tækin okkar, fyrir utan nokkur sem vinir okkar eiga. Við höfum eina myndavél og gimbal held ég. Og eina sem var, eina sem við borgum fyrir var 2 kjúlar. Já, og fannst það. Já, við sem sagt, við vorum með mat, keyptum mat náttúrulega á hverjum degi og síðan leigðum við lögreglubíl og búninga og síðan leigðum við líka borgarráðsskóla til þess að vera þær í kennslustofuna á ganginum. Þannig ég myndi segja að þetta hafi verið svona í kringum 100.000. En þeir fengu tæki frá skólanum, ekki? Jú, frá Stúdíó Sýrlandi. Já. Já, ykkur fleiri? Já. Er hægt að leiga löggubíl? Já, ef þú ert að gera mynd, þá getur þú leigt löggubíl og borgar eitthvað ákveðið fyrir það. Hefur bara samband við þau. Já. Já, ykkur fleiri? Já. Já, kvöldmat? Þetta nú meira búnina því ég vil bara vita hvað maður fyrir frá. Ég fekk einn svona ból sem var ekki notaður í myndinni, það var aukabólur frá félaga mínum, frá Selfossi. Já, það er einhvern veginn frá Selfossi líka, ekki? Já, eftir. Og hinir getur fundið á netinu, þú getur að googla bara hvað þeir heita, þú getur googlað hana, don't bully me, þetta var ekki don't bully me, I'll come, þú getur googlað það bara, þú getur fundið á netinu, já, það er ekki. Já, ykkur fleiri? Já. Spurning fyrir sápa. Þannig að ég sé að litir eru mjög stór partur af myndinni. Ég er að spá hvar í ferlinu byrjar að spá. Var það í handritinu? Já, við þurfum smá að drífa núna. Já, ég hef alltaf verið mikið að hugsa liti og langaði í þessar mynd að tengja liti og fá svona ferli í litunum. Sem er eitthvað sem örugglega ekki margir pæli en mér finnst gaman að sjá. Þannig að já, ég myndi segja að þú veist, þegar ég var að byrja að vinna á henni og framleiða og finna tökustað og eitthvað, þá byrja ég svona almennilega að pæla á þú veist, búningar og eitthvað. Þá byrja maður svona að pæla í litunum. Já. Hey, takk fyrir þetta, takk fyrir að sýna þessa myndir. Takk fyrir.